Hvernig mælum við afl rafmagns? Það eru nokkrar stærðir sem koma við sögu þegar við horfum á hvað við fáum mikið út úr einhverjum rafmagnstækjum, eins og hérna er mér ljós fyrir fram mig. Spennan, hversu mörg volt apparatið er 1 og það er ekki, þó það komi 220 til 30 volt út úr vegg innstungum hjá okkur, þá er ekki öll raftæki eins og þetta hérna sem að taka til sín 220 volt, því að það er oft spennubreytir annað inn í tækinu eða einhver staðar á leiðinni, svona kubbur sem að annað hvort lækkar spennuna sem er algengara eða hækkar hana. Síðan erum við með amper og amper er hve mikið af rafmagni kemur í gegn. Voltin, spennan er svolítið svona orkan sem að fylgir hverja rafeind. Rafmagn er nefnilega ekkert annað en rafeindir á hreyfingu. Og amperinn hversu margar koma. Ég gæti verið með 2 ljós hérna fyrir fram mig. Annað sem tæki til sín 200 volt og tæki 1 amper. Eða annað sem tæki 100 volt og þá 2 amper. Því að ef ég lækka aðra töluna og hækka hérna, þá fæ ég sama afl. Því að aflið er ekki mælt í voltum með amperum, heldur í vöttum. Enda þegar við horfum á til dæmis ljósaperur, þær er yfirleitt mældar í vöttum, hvað er skila miklu afli, líka lúmens, hvað er lýsa mikið, það er önnur mælieining. En með því að margfalda saman amperinn og voltinn, það er að segja strauminn og spennuna, þá fæ ég raunverulegan kraft ljóssins. Og ljósið eins og þetta hérna, sem er að stilla hvað þau skila miklu, og leið og ég hækka ljósstyrkinn, þá er ég að draga inn, því að spennan breytist ekkert, hún er alltaf svo sama, voltinn. En með því að hækka styrkinn, að þá er ég að draga fleiri rafeindir inn, fjölga amperunum, hækka ampertöluna. Og þá kemur meira afl af því að þannig virkar þetta.